Já, komið bless og sæl og veriði hjartanlega velkomin í þáttinn á með á nótunum. Natalie Guðrður heiti ég og með mér eins og ávallt Óli Hjörtur Ólafsson. Heja. Hæ Óli minn. Hæ Natalie mín. Jæja Óli, það eru smá tímamót, eða ekkert smá. Ekkert smá, heldur betur stór. Það heldur betur búið að hrista upp í stemningunni hjá okkur krökkunum. Við erum búin að færa okkur úr sal 1 í Bíó Paradís og við erum hérna komin á samstöðuna. Heldur betur. Rosa borð, rosa græjur. Stúdíó A, kamerur, ljós, 2 burknar. Þú ert akkurat núna bara between two ferns, live and direct. Það allt í gengs, Óli Hjörtur. Ég veit það. Hvað segir þetta? Mér líst ógeðslega vel á þetta. Hér bara kósí og hlýtt að vera. Já. Og góð lýsing og þú veist bara búnaðar til fyrirmyndar. Pétur okkar, algjör stjarna hérna. Þér líst vel á þetta. Mér finnst þetta algjör, mér finnst það æði. Já, ég er sammála, þetta er mjög kósí og bara vatn á krananum og Hnetur, ekki gleyma hneturnar. Það voru hnetur frammi, veistu það, rosa langt sem ég fengi mér svona, saltnetur og ég er bara hrökk í gang við þetta, Óli. Ég er hrökk í gang. Vissir þú, ég var að komast það þessum daginn, af því ég hef alltaf sagt, þú veist að ég er með hnetuofnami og að vera með, þú vissir af hnetuofnami. Já. Ég vissi það, ég hef aldrei fattað hvernig hnetur þú getur borðað og ekki borðað. Nákvæmlega, og ég er alltaf búin að vera eitthvað, já ég er ánægð fyrir öllum hnetum nema saltnetum og svo er ég alltaf svona, finnst svo skrítið að vera að segja þetta, bara já nema saltnetum, nema hvað, páskarnir núna, það kemur ekki bara upp úr dúrnum að saltnetur eru ekki hnetur, Óli, þær eru þær eru í grænmetisfjölskyldunni. Saltnetur eru grænmetisfjölskyldunni, þar eru ekki í sann hnetufjölskyldu, þar að leiðandi meikar það sens, okkur ég get verið að gúlla þessu í mig, ég er alltaf í salti og ég er að elska vákvæða og gott. En bara public announcement, ég veist þetta ekki, en þetta er ekki hnetur. Þannig að það þarf að breyta þessu nafni. Þannig að einan sem breytir þessu er bara þetta salt. Óli, Natalie. Saltið er náttúrulega bara flavor enhancement. Salt of the earth. Salti gerir þetta bara aðeins betra en bara, salthneta er ekki hneta. Þetta er ekki þetta er ekki hneta. Veitu hvað sagði þetta? Internetið. Já, þetta er bara ekkert flóknari það. Þetta er bara internetið. Þú veist, Google this. Ok. Þannig að bara, já. Þannig ég hef bara ánægð fyrir öllum hnetum. Þetta er ekkert partur af því atriði, sko. En hvernig lýsir sér þú fær hnetu ánægð? Ertu bólnar alveg upp og þú verður að tala þetta eitthvað tíma í gömnum þætti. Já, við skulum ekki reyta, ekki skemmtilega sögur, en þú veist, þetta er alveg epipenni og þetta er 112, þetta fer út í, ég fekk einu svona kast þegar við vorum unna kaupfélaginu, við ætlum ekki út í það. Nei, ég var bara að Manstu eftir því. Kaupfélagi. Í raun og veru, það hnetu ofnæmiskast, ef ég bara hvað við erum að fara off track hérna, en bara svona til að gera. Þú veist, ég gæti skrifa, kvikmynd í fullri lengd allt það sem gerðist á svona ramma, En þeir sem að sáu mig eftir það hnetukast, þeir eru enn að tala það og hafa ekki glemt því. Þannig að það er ekki gaman að lendi í hnetuárás. Þetta er hvað, 2001? Já, þetta er 2001, Þegar við vorum bara að skinku að sálungum með sultu. Þegar maður borðaði skinku, mjög ánægðar ég sleppti því. Maður borðaði glúten, those were the days. En hafa mikið í gangi á internetinu, ertu búin að skoða eitthvað fréttir? Herði, já, getum við rætt Brittany? Við getum það. Aðeins, ljós, risaljós, er hún ekki að vera blöng? Það eru virkilega slæmar fréttir af fréttafinni, Britney Spears. Og þetta er eitthvað svona sem að að því hún náttúrulega er að stíga út úr þessu, hvað er aftur íslenska orðið við conservatorship? Já, allavega hún var í haldi. Hún var í haldi í fjölskyldunni sinni, eða pappinar. Og það var verið að fylgjast með henni dag sem nótt og hún réð sér ekki sjálf. Svo fekk hún sjálfræði og með hjálp aðdáenda sinna og það bara, þurfum ekki að gera, flestir vita sem vita eitthvað það. Að það var mikið hafari og mikið húlum hæ, nema hvað, hún er frjáls í dag og
fólk sem að stendur, þetta sko, ég las að þú varst greinlega búin að kíkja á þetta, en ég las þarna grein þar sem að viðtalsett við einhvern nákominn og sem hefur miklar ágjur af henni og segir bara hún ræður ekki við þetta frelsi og kemur svo, og hann eða hún, við vitum ekki, eða hán, við vitum ekki, vill meina að í raun og veru þá hafi hún verið í betri málum þegar hún var in the conservatorship. Já, af því hún bara að fara einu sinni mánuði til frönsku Pólnesíu og bara þar og hún að taka engaþóttur hvert sem hún fer. Það bara, þú veist, Glasgow helgaferð og hún bara, þú veist, engaþótta eða skilur þau. Hún að taka Taylor Swift á þetta. Já, nefnum munun henni og Taylor Swift að Taylor Swift að túra, Taylor Swift að gefa út plötur og Taylor Swift innkomu versus Britney Spears bara að eyða peningum. Það bara útkoma, engin innkoma. Veistu. En sko ég las að hún fekk 60 milljónir frá þessu conveyorship, hvað það heitir á íslensku. Það sé bara að vera búið, hún sé bara að vera dead as broke. Já. Greið. En ég meina, ef þú ert að fara á einhverjar eyjur einu sinni mánuði, á engaþotu í frönsku Pólnesíu. Já, það bara eitt destination og þú veist, og svo ertu bara með staff, skilur og þú veist, og hún væntanlega að fá sér einhverja gullhúða hambúrgaraðna og svo veitingastað, eða þú veist, á svo hóteli. Svo er hún líka að vinna með að fara til Hawaii og hún að gera líka rosa mikið á svona skrýtnu, sko. Britney. Og já, og ég meina, þú veist, þetta ekki gott, sko. Já, við vorum náttúrulega að ræða þetta mál á sínu tíma þegar, þú veist, við vorum bara Free Britney á sínu tíma, hvað var það? Allir, við vorum að ræða þetta mikið og eitthvað neginn, ef þetta er rétt, ég veit ekki, náttúrulega, þetta bara svona, hvað segir maður, úr öskunni yfir í eldin, eða hvað getur maður sagt það? Getum sagt það, já. Getum við sagt það? Algjörlega getum sagt það, sko. En ég meina, núna þetta upp á henni að koma með hugsun sjálfur sig. Er hún ekki skilin við þarna gaur sem hún giftist þarna? Jú. Þau eru skilin, ok. Hún bara spírala. Spiraling. Hún spiraling. Spiraling. Og það eru ekki góður fréttir af henni Britney. Ekki nema, hún þarf að koma með eitthvað, sko. Hún hætti bransanum, en hún þarf að koma með eitthvað innkomuplan, sko. Þú veist, hún þarf að vera með eitthvað revenue. Hún þarf að vera með innkomu. Býtu, grætti hún ekkert á þessari bók sem hún gaf út? Það sem ég að velta yfir mér. Já, spáði því. Hún búin að gefa út, hún ætla að gefa út bók númer 2. Nú það tvistur. Já, en þú veist, við erum ekkert að sjá, þetta ekki New York bestseller, sko. Þú veist. Já. En gæti hún kannski fara að leika? Hún var alltaf góð að leikuna. Leikur ekki myndir þetta Crossroads sem sýndi með sástana? Já, hún gerði það, sko. En málið að ég veit ekki hvað leikstjóri, hún virðist ekki vera stabíl. Nei, klálega. Og ég veit ekki, þú veist, leikara nú þegar geta verið nógu erfiðir og það aldrei vinsælt að vera óstabíl á setti. Þetta þekki ég bara sjálfur bransanum, sko. Og ég get ekki ímyndað mér að hún sé vinsælt kostur akkurat núna, sko. Ekki hún að spírala, þá bara eitthvað, fámenni inn í margara milljónakróna kvikmyndabudget, sjáum hvernig það æðistu. Já, ég skil það. Þegar þú útskýrði þetta svona, það með ekki alls samt. Það ekki bara að gerast. Ég bara hugsa hana Britney mína, sko. Þetta allavega ágefni og þetta eitthvað sem við þurfum eða svolítið bara að fylgjast með, þetta lifandi frétt. En þú veist, já, þetta er rosalega lengur frétt, en hérna, hvað með krakkana? Ég man ekki eitthvað, veist, hún ekki forræði, sko. Ok. Þannig að þetta vissi ég ekki nefnilega. Já. En ok, við verðum á vaktinni með þetta. Já. Britney, en svo taldi internetið, sko. Ég kíkti á, sástu fréttan á Vísi, það var búið að hakka Facebook síðu hjá Davíð Viðarsinni, a.k.a. Kwang Le. Herðu, ég var að frétta af þessu máli. Walk off. Sorry með mig, þetta walk off. Ég var að frétta þessu fyrir hálftíma síðan, sko, yfirmaðurinn minn sagði mér þetta. Já. Ok, fara aðeins út í þetta. Geturðu, segjum bara það sem þú veist. Ég var að segja það. Ok. Walk off. En ég minna, walk off. Ég samt svona með orðagrín, sko. Jesús. Þá ég svolítið ánægð með þetta val. Ég verð bara að segja, ég styð ekki netárásir, ég styð ekki glæpi á neinu tagi. With you there. En að því sögðu, walk off, þetta svolítið gott, sko.
sorry. Bíddu, hvað var þetta byrt? Var ekki byrt eitthvað? Það var bara walk off, það er bara síðan skilur svo, svo er enda verið að senda ykkur myndir og það er hrikalegt, en mér finnst bara nafnið svolítið gott, walk off. Já, vissulega. Mér finnst það svolítið fyndið. En þetta er rosa saga og talandi bíómynd, ég held að það væri alveg hægt að gera sko. Það er að gera seri út af þessu sko. Annarkvort svona limited series eða bíómynd, mögulega limited series af því þetta er saga sem er enn í gangi sko. Hún er löng og hún er alls konar, hún er að taka alls konar vingla. Sástu Kveiksþáttinn? Nei. Ég er svo lélegur. Það var rosalega erfitt að horfa að þú veist, fórnarlömb hans Kwang Le. Hvað kom fram í Kveik? Hvað kom fram í Kveik? Þetta er bara, þú veist, þetta er bara monskan á einum bæ. Ég bara man ekki eftir öðru eins, sko, þú veist, hann er hann í raun og veru er að bara, hvað getur maður sagt, nota neyð fólks, þú veist, og fólk er að koma frá Víetnam og borga 10 milljóna og þú veist, og er að fá borga, þú veist 100 áskall eða eitthvað fyrir það, sko, og er bara, þú veist, þú fær aldrei frí og hann er bara búin að virkilega, hann er ekki búin að standa sig vel sem manneskja, sko. Hann er eiginlega að skrapa botnin. Býtu, hann átti Vietnam restaurant þarna á Bankastræti. Pó þarna niður í bæ. Niður í bæ. Já, út alla bæ. Fá sjó. Hann átti herkastala niður í bæ, við rætt þetta. Þú veist, þetta er rosa umsvif. Ég er svo gleymin, þú verður bara að skapa. Ég veit það, þú ert nefnilega gleymin. Ertu að taka ykkur, ég spurti, ertu að taka ykkur vítamin? Supplement? Nei. Akkur ekki? Ég ætti kannski að fara að byrja á því. Ég myndi gera það. Já. Eða þú veist, why not? Skóntíminn er alveg farið, sko. Að það málið. Pínu, já. Byrja á ginkgo biloba. Ginkgo biloba? Já. Hvað er það? Það er bara nákvæmlega sem hún þarft. Það er heila vítamin. Ok. Já. Ok. Burnirót. C-vítamín, líka með framleiði ekki C. Ertu ekki að taka C-vítamín? Nei, ég er að taka C-vítamín, líka með framleiði ekki C-vítamín. Já, en Óli, það er, þú veist, það er bara baseline, sko. Ég sendi mér lista. Miða, en þú þarft að fara að kíkja á það, sko. Já, klálega. Það er bara nóg til. Ain't getting old, any younger in this bitch. Nei. En já, allavega, þetta er mjög löng og þetta er mjög erfið og þetta er mjög leiðileg saga, en hann var allavega hakkaður og það er eitthvað sem já, bara fekk nóg og bjóð til Facebook síðu með yfirskriftinu Walk Off. Ok, þetta hakkar með húmor. Þetta er nefnilega hakkar með húmor. Það er alveg þannig. Ok. Þannig að þú veist, eins og ég segi, stiði ekki svona netglæpi, en það er þannig húmor þessum. Ég held að hann eigið alveg skilið, just saying. En hvað ætla að gerist fyrir plássið þarna Víetnam staðin núna? Hvað ætla að koma þar? Hvað pláss? Veistu þarna Víetnam, veit ekki hvað þarna Þau eru nokkur. Ertu að tala Ég tala náttúrulega niður á Bankastræti, veistu það, ef að kemur Bankastræti. Já, veistu þarna, beint á móti Kóa Tómas að frænda, að gamla það er nú eiginlega Laugavegur, Óli, hörstur. Er það ekki Bankastræti? Nei. Ertu viss? 100p. Ég held að það sé Bankastræti. Óli, Bankastræti byrjar í brekkunni, eða ekki? Jú. Þetta er að Flötu, sko. Ok. Þetta er þarna á gatnamótum. Já, þetta er á gatnamótum. Já, en þetta er samt fyrir ofan. Þetta er rétt hjá þér, örugglega. Þetta er rétt hjá mér. Þetta er rétt hjá mér. Ok. Ég veit ekki hvað kemur, en væntanlega ekki einhver glæpastarfsemi þar sem við verðum að þó peninga. Vonum. Og engin lutabúð, please. Já, ég held að það sé komið samt, sko, er ekki komið eitthvað svona kvóti á það? Hvað má vera mikið á lundabúðum? Já, það er kvóta veitingastöðum, veit ég. Ætti að vera kvóta á lundabúðum. Já, þetta er kvóta á lundabúðum, klárlega. Mér finnst það, per fermeter. Ef ekki borgar á þeirra að hlusta, bara, þú veist, taka þetta mál upp. Er ekki, það hlýtur að... Ég held að ekki. Finna príkinu, shout-out. Hann er fastegna mógull. Já, finnin. Og veitinga mógull. Og hann er bara mógull. Já, fram í fingurgómana. Og hann var að auglýsa húsnæði daginn til leigu. Og hann sagði, húsnæði til leigu ekki fyrir lundabúðir. There we go. Og sagði bara, not all heroes wear capes.
ángríns. Það þarf að passa upp á þetta. Og líka vinur mínir, eða þess að foreldrar vinur mín, þau keyptu þarna Brynja, húsnæði. Keyptu þau það? Já, og gerðu þau upp, yndislegt fólk. En hvað komið þar? Herðu, það er til leigu reksturinn og þau sögðu alls ekki í Lundabúð. Þau vilja ekki heldur í Lundabúð. En ég meina rekstur, það eini reksturinn sem var þarna í 100 ár var Brynja, er verið að selja, rekstur til að vera með, hardware, eða skilur, hvað er rekstur? Bara eitthvað sko skemmtilega rekstur. Þau vildi fá bara eitthvað skemmtilegt líf. Þau gerðu húsið alveg, þetta er óslega flott. Ég veit ekki en ég er skemmtanarleifis rekstur. Ég veit það ekki. Það er nefnilega máli. Það er nefnilega heila máli, sko. Ég held að þetta sé bara leiga. Já, þetta er leiga, sko. Já. Það er að meina það. Þau eru að leita eitthvað skemmtilega í já, sko. Ok, af því þú sagði þetta svolítið eins og þetta væri, eins og ég væri veitingastæður, hætt sem veitingastæð, eða hætt með veitingastæðin minn, en ég var að fara að leigja út. Fyrir ekki að. Okay. There we go. Miskilningur. Minnið. Hvað meiri fréttunum? Vissir þú að við ræddum hana daginn? Hverja? Að hún væri Íslands vinkona. Svo er hún bara á landinu. Cynthia Nixon með konunni sinni. Okkar kona, hvað er hún að gera? Aftur komin. Ok, talk to me goose, hvað er hún að gera hér? Er hún bara að fara Gullfoss að Geysi og Jökulsárlón og þetta heili? Ég veit ekki dagskránna, en hún er allavega aftur mætt með konunni og þær eru bara í útivistafötum. Það er bara Patagonia frá toppi til táar og eru bara on the stroll. Geggjar. Sástu þær eða fréttir að þeim? Sá ég þær og frétta að þeim. Ég sá þær í fréttunum. Ok, sástu þær? Ok, þú... Það er ekki flokknari það. Það eru í fréttunum. En þú sást þær ekki eye to eye? Þú varst ekki eitthvað, yo girl? Nei, ég hefði hringt í því, sko. Okay. Nei, ég var sem sagt að horfa, sem er ótrúlega sérstakt, en það er örugglega út af forsetakosningunum, af því ég er ekkert að horfa mikið á fréttir. Þar eru svo ógeðislega leðilega og niðurdrepandi. Ég bara meika ekki. No shit Sherlock. Þú veist, þannig ég bara reyna að velja úr, þetta er eitthvað svona, en ég er spennt fyrir forsetakosningunum, við munum ræða þá eftir. Og þá kemur, þá var háskólanemar að mótmæla upp í Háskóla Íslands, með að vera að leigja, með að vera að tjalda. Já, bara eins og gerast út allan heim, samstöðutjöldin, nema þú voru að gera þetta á háskólasvæðinu. Okay. Að fyrirmynd, erlendir fyrirmynd, að því að háskólanemar í Bandaríkjunum er að gera það sama, og er að gera það til að mótmála og vekja athygli á ástandinu fyrir botni Miðjarðarhafs. Heyrðu, heldur það ekki vera mætt í tjaldbúðnar, heilsað upp á hópinn, sagt hæ, Borghildur Erla mætt bara með stöð 2 hljóðnumar og bara hello Cynthia og hún var bara að spjalla. Það var í fréttunum. Svona á að gera þetta, Natalie. Það var í fréttunum. Svona á að gera þetta. Hún svona vel að sér og hún var bara að spjalla. Og hún er bara ötul í mótmælunum í Bandaríkjunum. Já, og var að styðja krakkana. Að vísu voru beðnum að fjarlægja þessi tjöld. En Cynthia kom að studdi að hann að tjöldi voru tekið niður. Er búið að taka tjöldi niður? Já, löggan kom og bara, jæja, krakka mínir. Let's go. En hún er alveg með puttun á pulsinu. Hún var bara mætt, sko. Á pulsinu? Já, hún var bara mætt, styðja. Og Borghildur Erla líka að taka viðtal. So, Cynthia. What up, girl? Já. Mér skonan er svo fyndin. Ég skil ekki þess að týna mig, en hún lítur að vera ógeðslega fyndin. Og ég ætla ekki eins og úti. Ok, you do en you. Þeir googla bara Cynthia Nixon wife og tölum svo saman. DM á Óla. Herðu, en fyrir mig? Þú ert að sjá... Já, ég veit það. Það er hans að standa mig betur. Þú ert að sjá samfélagsmiðlan okkar. Netur. Óli minn. Ok. Svona, ok. Ætlar að vera bara með krönsík búðinni í þættinum okkar í dag? Fá mér eina. Ok. Forsetakosningarnar, hvað finnst þér um þetta? Herðu, svoleiðis, aldeilis. Það eru sviftingar. Herðu, hún Halla Hrund, hún er alveg bara hervís bara og fólk, 90, já. Og bara 90 gráða hellu upp á við. Bara all them gráðurs og hún heldur betur að sækja sér verðið. Verðið? Ég var eitthvað búin að smá, sko... Þú varst búin að mæla með henni áður en hún fór í forsetaframboð. Ég sagði bara, það er eitthvað þarna. Ok, hvað völva ert þú, orðin? Ég skynjaði eitthvað. Ég skynjaði eitthvað væp og ég er ekki að grínastóli og ég er enn að skynja það. Skynjarnir og falmarnir eru, sko... í fullri virkni og ég er að fylgjast með og ég er að skynja og ég er að fylgjast með og ég hugsaði bara það er eitthvað þarna þessi stelpa áttur að sækja á málið er, Óli, ég hef sagt það við þig en ég sá hann þátt Gísla Martein þáttinn og ég hugsaði bara
vákon geggjuð og hún geislaði, skilurðu, og hún var að reyta sér brandarana, þú veist, hún var í settunum með Jóni Gnarr, guð, ég get ekki muna hvað hann heiti leikarinn sem var með henni. Þú sagðir Jón Gnarr. Og það var annar leikari með henni. Ég aftur búin Var hún ekki að spila harmoniku? Var hún ekki bara brjálað á nikkuna? Og ná allt hitt, sko, þegar hún var búin að heilla alla upp á skónum, þá bara rífur hún upp nikkuna og spilar eitthvað lög, ég hugsaði bara, vá. Af því að þú veist, þarna var fókusin svolítið á Jóni Gnarr. Og ég var alveg, og allir svolítið spennti fyrir honum, hún ekki, já, ég veit ekki, bara, þú veist, það er búið að skora á mig og ég legg undir feldi og svo bara hún, ég sagði, vá, hún geggjuð. Svo bara mjög stuttu seinna kemur svona stuðningshópur á netinu þar sem að verið að hvetja hana til að bjóða sig fram. Eftir Gíslamartin? Já, hvetja hana. Svo bara rífur hún feldin utan að sér og bara let's do this. Okkar hún efst. Rosalegt, sko. Þetta rosalegt. Samt mánuður í kosninga, það getur allt skil, allt getur gerst. En ég bara ánægður svo lengi sem að Katrín ekki, þú veist. Hún í 3. sæti. There we go. Baldur í 2. sæti og Jón Gnarr í 4. Það sem ég hef smá áhyggjur af hvað Baldur að verða fyrir miklu aðkasti. Já, þessi homofóbía, ég ekki að fíla hana, sko. Það alveg rosalegt, sko. Þótt að komi ein mynd á honum, þú veist, í einhverjum homoklubi eitthvað starf, so what? Ertu að djóka? Ertu búin að sjá þessu mynd? Þessi mynd geti verið tekið niður á, sko, bara BSI. Já, nákvæmlega. Hann bara hérna eitthvað bara, þú veist, þetta bara ótrúlega venjuleg mynd. Er þetta ekki Ástór sem, viðst, sagan segir að hann hafi leikið þessu og hérna með eitthvað þannig? Veit það ekki. Segir sagan það? Sagan segir það. Þetta sem ég er búin að heyra frá, þetta er algjör gróleiti, ég vil bara taka skipt fram, en Ástór átti víst að hafa leikið þessu en neitar fyrir það. Hann er náttúrulega alveg... Well... Sorry með, en mér finnst það. Já. En hérna, síðan líka náttúrulega Icesafe dæmið, síðan náttúrulega alltaf böggan út af því, síðan alltaf bara Icesafe eftir 15 ári eitthvað svona, já, hann kaus með Icesafe. Skilur þau? Já, en óþarf að vera byrt upp eitthvað gamla djammyndir. Já, ég meina, ég þarf að... Hver vill fá þær upp á yfirborðið 20 ára seinna, 15 ára seinna? Nákvæmlega. Nefndu mér þá aðila. Já, en nefndu mér þann aðila sem á eitthvað geggja að djammynda sér, sem að bara að fara að gera þér eitthvað greiða í dag. Nákvæmlega. Engin. Núl. Mögulega Hallarhund, af því ég verða viðurkenna, ég var með henni í Kvennó og hún stóð sérsta. Þú varst með í Kvennó? Já! Er þetta ekki jafn gamlar? Ég er ári eldri. Hún er 81. Já. Okay. Og það er bara málið, þú veist, ég kynntist henni þar, hún var yndisleg þá. Ok, og er yndisleg. Og er yndisleg í dag, skilur. Þú veist, það er ekki eins og þú veist, og það er held í það sem að fólk er að sjá og fólk er að skynja, að það sem hún er að gefa frá sér, þetta er ekki falskt. Já, þetta er eitthvað the real deal. Þú veist, hún er ekki bara eitthvað að vera óslega næs og spila harmoniku, svo er hún bara, þú veist, að fara að stinga þig þegar, eða skilur þig. Já. Þú veist, hún er ekki að gefa þér eitthvað fokkjuputta í leini, fattar þau. Þú veist, hún er ekki þannig. Hún er bara raunverulega að spila lag á harmoniku og er raunverulega að brosa til þín, skilur. En sko, mér finnst ógeðslega margir eitthvað í kringum vera bara, já, ég er eitthvað að spá í henni, skilur. Ef fylgi hækkar, þá fer mér auðvitað að pæli, bara, já, kannski er eitthvað að vara í þessa típu. Kannski er eitthvað að vara? Ég er að segja það, skilur. Ég veit ekki mikið hann. Hvað þarf fylgið að hækka mikið til þið finnst vara í þessa típu? Hvaða tölur þarf að sjá? Til að þú verður bara, það er eitthvað varið. En þú veist, ég er alveg svona núna, ég ætlaði að kjósa Baldur, sko, núna er ég svona hallaði Baldur, ég er alveg komin þangað, sko. Hvaða tölu viltu sjá þannig að þú fara að hugsa þeim? Ég er enga sérstaklega tölu, sko. En þú veist að segja að það fylgir. En hún er meiri umræði núna, hún er að missa tannarna á fólki, það er svona ósjálfrátt, þegar maður að pæla í hana. Já, ég skilði. Veistu hvað ég meina? Já, ég skilði betur núna. Ert þú búin að ákveða þig? Ég er, eins og staðan núna, er ég bara tím Halla, sko. Ok. Ég verð bara ekkert neginn, já. Hún er ánægð að heyra þetta. Halla eftir að hlusta, 1 atkvæði í vasanum hér. Í lommen. 1 på lommen, bara tilbúið. Nei, ég meina. En svo, sko... En þú vildir segja eitthvað var þetta Ástór? Sorry, já, ég horfði á, það var pallborð í gangi fyrir helgi. Ertu að tala um Stöð 2? Ég er að tala um Ég horfði á þetta líka. Sástu þetta? Hvað treinræk var þetta? Ásdís Rán, Arnar Þór og Ástþór. Hann var svolítið æstur, svolítið heitt. Hann var svolítið heitt í hamsunum Ástþór. Og hann var að vitna í einhverja bók sem hann skrifaði. Sem að hann er nú að tala um að maður þurfi, þú veist það er eins og vilji bara frekar að maður lesi það, hann er ekki að fara að lesa einhverja bók, segð hvað málið er, ekki láta mig þurfa að fara að lesa einhverja. Virkið bestastæðabókina, það ekki? Jú. Nema hvað,
hann svolítið talaði eitthvað svona spánótum eins og hann væri einhvern veginn sko búin að hann væri búin að sjá fyrir alls konar hlutum og hann hefði spáð fyrir alls konar hlutum sem hefði komið í ljós og hefði einhvern veginn raungerst. Þannig ég hugsaði allt í hennu, Ástþór okkar eigin Nostradamus? Ástþór Nostradamus samtímans? Að þú veist, ég hugsaði það. Hann er spáð svo miklu. En þetta rétt? Þetta ekki bara eitthvað, hann ekki bara eitthvað pissa í vindin? Hann segir bara að, þú veist... Mér langar að fá... Bókin. Ok, bókin, en hann náttúrulega skrifa. Mér langar að heyra frá öðrum aðeila, bara já, þetta rétt, hann spáði fyrir þessu, þú veist, í ykkur grein í Morgunblaðinu árið 1999 eða eitthvað. Hann segist að spáði fyrir Úkraínustríðið og hann, ef hann vinnur, ef hann fær þetta embætti, þá mun hann fara persónu til Rússlands að ræða við Pútín og bara, yo, Pútín, what up, hætt sem það er. Og síðan líka segist hann að hann getur ekki offað, bara hætt við Palestínustríðið. Já. Það stríð segir hann bara, já, ég get græða þetta. Bara, ok. Ég veit sem ekki alveg hvað hann hefur fyrir sér því. Já, ég veit ekki, síðan, það pínu fokkaði mér upp líka þegar fréttakonan, ég horfði líka á þetta, ég var alveg... Hún er alveg góð að spyrja. Hún var góð, hún var alveg bara... Hún er ekkert eitthvað... Hörði ég hortum taka. Já, hún er ekki meðvirk, sko. Bara engin afsláttur. Hvað heitir hún? Nei. Okay. En já, þegar hún spurði út í börnin, þú veist náttúrulega Oh my god, það var rosalega. Ég var líka bara, nei. Hvað viltu segja við börnin? Kjarnorkustyrjöld. Kjarnorkuvetur. Ég var virkilega að segja þetta eða eitthvað. En já. Á sama tíma verði ég samt að taka ofan á honum, taka bara hattinn ofan á honum og segja þá allavega hann þó allavega vill segja börnum sannleikan. Það er ekki allir sem er að segja börnum sannleikan. Í flestum tilfellum er bara verið að ljúga börnum. I give you jólasveitnin, I give you Tooth Fairy, tannálfurinn, I give you gríl á lappalúði. Þú veist, the list goes on. Það er verið að ljúga svo mikið af börnum. Hann þó allavega vill segja sannleikan. Þannig að takk Ástþór fyrir að vilja það allavega. Þannig að það er að koma kjarnorkustyrjöld og kjarnorkuvetur. Nei, ég veit, skilur þú veist, að því hvað sé börnum. Ég meina, við lifum, ok, þú veist, ég veit þetta á að vera létt nótum hérna. Ég veit þetta á að vera létt nótum, en þú veist, það er skrýttin tímar í gangi. Virkilega. Og ég meina, þú veist, ég er ekki að segja að þú veist, að Ástþór hafi rétt fyrir sér, en hann er allavega, og þú veist, hann var mjög æstur og hann var í uppnámi. Já. Hann var svolítið reiður. Og ég veit ekki hvort að það sé að fara að vinna með honum í þessum kosningum, sko. Versus Hallarhund, bara ekkert nema brosið og gleðin, en samt raunsæ. Skilurðu? Ég veit það ekki, Óli. Þú veist, en bara svona, ef við rýni örstnögt í þetta viðtal þarna á Stöð 2, hvernig fannst þér Ásdís og ég maður aldrei hvað heitir hann hérna, Arnar, hvernig fannst þau koma út? Ég vissi ekki bara svona Sann Kristinn, ég vissi ég bara, já, ok, Kristinn, nei takk. Mér finnst það bara bæði on brand, sko, hann on brand eins og hann er og hún bara líka, sko. Ísdrottningin, mér finnst hún algjör dúlla. Þú bara bráðnar í þessum kjarnorkuvetri. Bara Ísdrottningin ég man ekki hvað það var. Já, ég man ekki, það var eitthvað svona á þessum. Ef þið eru ekki búin að sjá pallborðið með á vísið með þeim, þá ætli bara að mæla með að horfa á þetta. Já, þetta er bara good times only. Svo er líka það að það er mánuður í kosningar, rétt rúmlega, og þú veist, núna er þetta að fara að stað, þessi svokallega kosningabarata. Og ég held að við séum ekki búin að sjá síðustu djammyndina af Baldri. Nei. Mögulega fara fleira að dúka upp. Þú veist, manst eftir geiri.net sem var alltaf á sólun og þessum stöðum að taka mynd. Það er nú nokkra myndir af mér þarna inni, sko. Já, nefnilega. Það var á þessum tíma, það var nefnilega, og við erum að tala um að þarna er árið cirka 2000, 2001. Þetta er aldamótin. Þetta er aldamótin, netið er eitthvað nýbyrjað og eitthvað. Já, og þú veist, og það er bara, já, netið er orðið frekar vinsælt á þessum tímapunkti. Dial-up. Fólki er í Snake ennþá, Nokia 5010 er algjörlega málið og það er engin samt myndavélar á djamminu, þannig að þú ert örugur nema það er einn maður á ferli og það er geiri.net sem er bara með eitthvað myndavél með linsu og hann er bara dritandi myndum. Ég er svo þakklátt fyrir Óli að það mátti ekki taka myndir á kaffibörnum og það mátti ekki taka myndir á sirkus. Stýr ekki viss sem ég væri hérna. Anyways, hann gæti átt einhverja myndir á þessu liðu, sko.
Það segja maður geir.net að fara eitthvað svona... Ég tala með öðru að fara veðbekkara tjammyndir. Ok. Það eitthvað þar, sko. The Archives. The Archives. Ég árt að meina bara yfir höfuð. Já, Óli Hjörtur. Ég ætla að tala Baldur, oh my god. Gæti verið. Var hann á Sólon? Var hann á prikinu? Hann var reyndar ekki prikin í það. Hann var öll Spotlight á þeim tíma. Það eru líka mynd í mann eftir það eru myndir frá Spotlight líka. Varst þú að vinna á Spotlight? Ég var að vinna á Spotlight, vann þar í heilt ár. Hvar var aftur Spotlight? Spotlight hérna þessi núna 101. Það var kjallarinn 101. Þannig að þegar þú lappar inn 101 og lappar niður þarna hringtröppunar, Spotlight. Hvernig var það? Gamla Ingolskaffi. Já. Já, ekki á. Hverju voru DJ þar? Það var sami gaurinn, helgi eftir helgi. Hann spila bara eitthvað EDM og eitthvað. Ég var að ærast á tónlistunum, sko. Ég var oft bara la. En félagskapurinn var góður, ég ætla ekki að neita því. Hver átti Spotlight? Herðu, hvað hét hún aftur? Kona? Já. Eldri kona, hún var svona 60, 70 þá. Ég hef ekki séð hana síðan. Samkynhneigð kona? Nei, hún var gift manni og algjör. Hún svona það sem við myndum kalla í daglegum máli fag-hag. Algjör dúrl, ég bara man ekki hvað hún heitir. Á íslensku hommahækja. Já. Á íslensku stuðningskona samfélagsins, raising awareness. Já. En það var ógeðslega gaman að vinna þarna og maður fór bara all in, sko. Það málið? Já. Og byrjuðu þið með dragsjón eitthvað þar? Nei, það var á Nellys. Er það talað þegar við gerum Spice Girls? Meðal annars. Það var á Nellys, a.k.a. Smellys. Já. Þú hefur komið víða við, Óli minn. Já, þú líka. Ég líka. Við bæði. Við höfum gert ímislegt í gegnum tíðina, Natalie. Ég veit ekki hvernig ég náðast að sætrekka út í hérna... Við vorum að tala um geiri.net. Já. Talandi geiri.net, veistu hvernig hann lítur út? Nei. Ég veit ekki heldur, það er eitthvað myndið mér að þarna, ég sé þessar myndir og ég man ekkert eftir þessu, ég hef verið á skallanum. Þetta er allt á prikinu, menn ég náttúrulega vann á prikinu á þessu tíma líka. Já, ég vann á prikinu og Spotlight á saman tíma. Að því þessi myndir, þú veist, ég held að sé þetta sjá þar á netinu ennþá, að því að þú veist, þessar myndir... Ég held að þetta er Facebook. Að það? Ég held að það sé eitthvað Facebook síða fyrir þetta. Að því að málið er að þetta gerðist bara á einu kvöldi, þú veist, þessar myndir voru ekkert á netinu. Nei. Svo bara einni kvöldstund það eru bara fleiri hundruð mynda komnar á netið. Galnað. Það sem að geiri.net Anonymous, hver sem þú ert, upplótar öllu dótinu, það varð allt vittlust. Þú veist, við erum að tala um bara, hann var ekkert að ritskoða neitt, hann bara, bara þetta, þú veist, SD-kort, bara setjum það allt inn á, wow. En hann var greinilega hip-hopari, hann greinilega fíla hip-hop, hann var alltaf að taka myndir úrslega mikið sömu fólkinu, þú veist, það var þetta hip-hop crew á þeim tíma, skilur. Já. Það var, mér var bara eiginlega hafa verið Sólon eða prikið. Nei, vegamót líka og... Það var vegamót, guð, ég veit alveg að það voru neyðarsímtöl hringd á þessu þegar í kringum þetta tímabil þar sem að það var bara, viltu taka þetta niður og viltu... Já, ég kemur ekki á orð, sko. Já, þetta var alveg mega drama, sko. Vá, hvernig datt mér þetta í hug. En það er meira talandi um drama. Það er alls konar drama í gangi. Viltu tala um Chris Brown drama? Sko, ég er ekki mikið inn í þessu. En það er, sko, sem sagt, Chris Brown, sem er algjör söputuska. Já. Sem er náttúrulega bara ofbeldismadur. Hann er það. Hann er búinn að eiga í sem sagt, svona orðaskaki og svona lagaskaki, getur maður sagt það. Lagaskaki? Þeir eru búin að vera að senda lög sín á milli, hann og Quavo og Migos, sem er einhver rappari. Okay. Sko, veistu það, þeirra rifrildi skiptir mér svo nákvæmlega engu máli, nema það er ástæðan okkur mér langar að ræða við þér. Það snýst um einhverja stelpu sem að þú veist, Chris Brown var með, skiptir ekki máli, svo byrjar hinn að deyta hana. Byrju, má hann það ekki? Chris verður alveg brjálaður með nálgunabann og eitthvað vesen, sko, Chris Brown. Nema, ástæðan okkur mér langar að segja að þetta er búið að vera fram og tilbaka síðan 2017. Bara endalaust, bara hann gefur út lag, hinn gefur út lag og bara diss-texti. Nýjasta útspil fyrir Chris Brown, mér finnst þetta svolítið áhugavert, ég ætla bara að segja frá þessu, að Quavo í Migos er að halda tónleika og bara risastórum stað, skilur, og tekur bara ógeðslega mikið á fólki, bara við erum að tala um nokkuð þúsund, svo Chris Brown gerir til að hefna sín á honum. Hvað? Kaupir upp alla miðana, þannig að það er svona 30 manns á tónleikunum, bara fólk sem hann þekkir. Nei. Jú,
Tómur salur og hann keypti og hvað var þetta eitthvað? Þetta var bara ógeðslega vandræðalegt og þetta var bara vestu tónleikar augljóslega hans í lífinu. Ok, hvað svo ég amigos, sendiði ljós. Mér fannst þetta bara, það var allavega, ég ætlaði bara að sjá hvort þú mér fannst þetta að vera svona ákveðin. Ég veit það ekki, ég einhvern veginn bara, þú veist, ég er ekki að það búin að fyrirgefa Chris Brown fyrir að hafa verið leiðileg við Rihanna mína. Nákvæmlega. Þannig að þú veist. Nákvæmlega, var ógeð. En svo annar rappari, þú varst að segja mér, sem gera eitthvað skrítið. Kanye West okkar. Hann að fara í klámið, hvað finnst þér það? Easy porn. Yeezy porn. Það er náttúrulega Yeezy, það er eitthvað sem hann kallar sig, eða hvort þessi brandans, Yeezy, hefur þið gert það? Óli, það er Yeezy. Yeezy, eða ekki, hvernig segir maður það? Það er ekki Easy. Nei, Yeezy. Auðveldur. Yeezy. Það er Yeezy. Óli. Er ég slippin? Ginkgo biloba, það er ashwagandha, svo vil ég sjá B-vitamin, B-super, ég vil sjá B-super. B-super? Já. Ok. Og við förum yfir listan. Það er Yeezy. Já, sorry, ég hef aldrei þurft að sagt þetta upp á, þannig að þú veist, I don't know. Porn Yeezy. Easy porn. Yeezy porn. Ok, fórstu, Óli, þetta, það verður slögt ágruna. Ég veit að Pétur mögulega verður þetta fyrst og síðasti þátturinn sem verður á samstöðinni. Við vitum það ekki. Það verður bara komið ljós. En hvað hann að fara að leika í þessu sjálfur? Ég held ég bara að fara að framleiða. Og hann sem sagt að fara að vinna með fyrrum eiginmanni Stormy Daniels sem klámstatan sem að kæra Donald Trump. Nei. Hvað finnst þér það? Nei. Fyrrum eiginmanni hennar. En byrju, hann þá líka klámaður? Já, hann eitthvað in the biz. Þú þekkir klámbransan hérna í Bandaríkinu voða vel. En fyrrum maður Stormy Daniels væntanlega þekkir hann að bransa. Og ég held þessi bara fara í tökur og bara going all in, sko. Þú væntanlega að fara í tökur og þú ætla að gera þetta? Já. Ok. Nei, menna, þú veist. Áhugaverð samt að velja mann Stormy Daniels. Hann alveg klókur businesskall, sko. Já, ég held að hann veit alveg hvað hann er að gera þannig, sko, þótt hann sjálf smá cuckoo in the coconut. Hann alveg cuckoo in the coconut, en hann samt ekki vittlaus. Já. Það þetta rétt. Þú veist. Ég sammála því, sko. Og ég meina, nú bara komið vídeo þar sem hann búin að vera í mjög langan tíma að vara við Puff Daddy og segja alls konar dót sem að fólk var bara eitthvað, Kanye svo klikkaður. Svo bara allt satt sem hann að segja. Allt. Spáði í því. Og þetta ógeðslegt, sko, sem hann að segja. Já. Og það allt satt. Þannig að þú ætlaðir ertu með eitthvað meira með hvað að gerast með okkar mann, eða alls ekki okkar mann, hvað að gerast þarna með hann, Sean Combs, sko, Puff Daddy. Var ekki eitthvað þannig að það búið að kæra hann, en hann eitthvað að biðja ertu með þetta fyrir fram að nokkuð? Getur opnað þetta? Með fyrir fram að mig. Ég sendi á þér link, veistu það minnir mig alveg hrikalegt, sko. Óli. Ég veit það. Super B. Við skulum bara taka þetta í on a later date, en Óli, nú hef ég smá bara varandi þig og heila selutna hennar. Ég var að vinna í allan dag. Ég ætla ekki að segja Ég búið ekki að sjö kaffibót þetta líka. Já, ég ætla ekki að segja maður, en ég held bara árum fyrir mig næstu, bara, þú veist, ég að segja þetta bara, þú veist, frá einum vini til annars. Þetta sé mögulega Kolbrún Grasalegnis. Það? Já. Ok. Er hún dýr? Óli, þetta fjárfesting til framtíðar. There we go. Nei, sko, með Puff, þá væri ekki að lesa þetta gær, en náðu ekki að lesa mér þetta aftur í dag til að leggja þetta á minni. Þannig ég pínu voru að gleyma þessu. Ekkert mála, þetta náttúrulega lifandi frétt og þetta eitthvað, þú veist, þar hann upp kærurnar náttúrulega og það bara alltaf komið í ljós. En hann bara, Jeffrey Epstein hip-hopsins. Já, og það meira þarna. Þetta að ég sá að það komið, að því, eins og ég segi, það alltaf komið meira og meira hverju sinni, en ég sá þeir voru að byrja með eitthvað svona eitthvað behind the scenes, eitthvað svona TMC eða eitthvað svoleiðis. En það eitthvað svona mjög disturbing atriði að fara að koma í ljós þar, sko. En talandi disturbing atriði, Óli Hjörtur, nú kláraði ég og ég þurfti alveg að þræla mér gegnum þessa þætti, en ég horfði á Baby Reindeer. Já, við möttum eftir að ræða það. Og getum við aðeins rætt þetta? Við getum nefnilega rætt það. Að því ég, sko, fyrir mig... Ég ennþá toppsætinu á Netflix. Já, það kemur ekki óvart. Fyrir mitt leyti,
það var erfitt að horfa á þetta og ég gæti ekki tekið þetta og hámhorft, ég þurfti alveg að horfa og þátt og svo bara þurfti ég að bíða og ég þurfti að anda djúpt og ég þurfti alveg að bara, vá, hvað var ég að horfa á, sko ég þurfti alveg að taka þetta svona, bara anda mig gegnum þessi þætti, en ég er rosa glöð að ég gerði það geggjaði þætti, sko, ég kláði þetta einu rykk, þú tókst þetta í einu rykk, bara búm. Já, það er rosa mikið verið að tala um þetta, af því að þetta er svo kemur bara búið úr um að gæðin sem leikur þetta er maður sem skrifar þetta og maður sem lendi í þessu. Yes, þetta er bara allt hans hugarfóstur, þessi þættir. Og hans lífsreynsla. Jep, hann var stolkaraður í 4 ár. Við tölum þetta líka í síðasta þættu, sko. Já, en nú er annar vingill komin inn í umræðuna og konan sem stókaraði hann, hún hefur stigið fram, hún er virkilega ósátt við þessa þætti. Hún er brjáluð. Já. Hún er brjáluð og hún vil meina að hann sé að stóka hana í raun og veru. Hún er búin að vera fyrir miklu ónæði út af þessu. Það er búin alltaf að finna hana, internetið er eins og það er. Hún er búin að vera fyrir dauð og já, fá hótanir, lífshótanir, dauðahótanir, hvað segir maður? Bara hótanir. Já, og hún vil meina að þessu sé í raun og veru snúið við. Að það sé hann sem er að stóka hana með þessum þáttum í raun og veru. Hvað finnst þú um það? Ég veit ekki hún segir þetta sé bara þannig mér finnst að hann má gera það sem hann vill sko, satt að segja sko en þetta er ekki pointið með þessu þáttum eins og hann er líka búin að segja bara það er ekki pointið og hann líka bað internetið, basically fólk út allan heim sem horfast þetta að það skiptir ekki máli hver þessu kona er og þið þurfið ekki að hafa upp á henni en auðvitað gerði fólk það. Á skalanum 1-10, hversu forvitin varstu að vita hver það var þegar þú varst búin að horfa? Ég pælti ekki 10 því ég horfði þetta í alveg. Ég var bara alveg í plottinu. Ég er að tala um eftir þáttum, varstu bara eitthvað, ok, þetta er sönnsaga, hver er þessu kona? Nei, ég pælti ekki, veistu það ótrúlega satt, ég pælti ekki í því. Ótrúlega satt, sko. En hún er vist mjög lík konunni hef ég heyrt, ég hef ekki segið hvernig þessu kona lítur út sem storkaraðan, en hún er vist mjög lík konunni sem leikur. Þættin, og mér hún sagði, ég las eitthvað viðtal við þessa konu, hún sagði hún var mjög lík mér en þetta bara eins og ég hérna hátíðaþyngd. En svo hún er hátíðaþyngd, ekki allir ég að dæma það, just ég geta bara ekki hátíðaþyngdin allavega, en ég dæmi hitt, á enginn að vera stókar og svona. En svo finnst mér svo flott við þessa þætti, hvað sko, að því nú ætlum ég ekki að spoila, eitt spa neitt spa, við ætlum ekki að spoiler anonymous, við ætlum ekki að spoila fyrir neinum en þetta er ótrúlega þú veist, þetta er svona orsök og afleiðing gerandi, fórnalamb þú veist, þetta er ekki svart og hvítt, þetta er ekki þú veist, þetta er ekki svona einfalt nákvæmlega og mér veist þættirnir einhvern veginn varpa svolítið skýr ljósi á það í raun og veru hvað, þú veist, ég meina þú fæðist ekki svona, skilur, hún fæddist ekki inn í þennan heim sem þessi manneskja, það gerðist eitthvað á lífsleiðinni og eitthvað stað að byrja, sko, beiklunar að myndast yfir í bara massa dæld, þar sem hún er bara að senda 41.000 pósta á, þú veist, ári, eða skilur bara rústa lífin hans, en ég er að segja mér finnst þættirnir gera því líka svolítið góð skil, eða þú veist, eins og ég sé, ég ætla ekki að spoila neinu, en þetta fekk mann, þetta fær maður til að hugsa, þetta fær maður til að pæla og þetta er áhrifaríkir þættir. Geggja þættir, ókslega skrifaðar, ókslega gerðir, mjög vel leiknir, bara að fara með fingurgómla. Og það er eiginlega bara smá crazy að þetta sé já, þetta hefði skeið þetta er náttúrulega dramatíst skilur, ég veit ekki hversu langt hann fór þetta er eitthvað að vera að spinna klálega, sko en mér finnst líka gaman, sko, ég ætla ekki að spoila neinu, en mér fannst líka athugavert það sem, sko, hann lendir í að sjá það frá, sjónarhorti karlmanns veistu hvað ég meina? Já. Það er eitthvað svona sjónarhort sem við sjáum eiginlega aldrei. Nei, það er rétt veistu hvað ég meina? Maður er vanur af ég maður það mjög athyglisvert, sko, og bara ég mæli með að horfa. Holt inn í umræðina líka, að því að þú veist, það er, þetta er að bóða. Og það getur hver sem er lent í þessu, þótt að við heyrum, þótt að þú veist, í miður eru karlmenn í meirihluta, þá var það karla líka fyrir ofbeldi. Þannig að ég bara absolutt mæli með að horfa á þetta. Hvað varst þú að segja mig með Sharon Stone? Herðu. Hvað er að gerast með hana? Hún er í einhverju hot water. Það er ekki að kæra hana. Ertu með þetta? Ertu ekki, já. En ertu ekki með tölvuna en uppi við, Óli minn? Ég er bara ekki tengd í Wi-Fi-inu.
En, ok. Ég get fundið, ég get pikkað upp síman, á ég að fara í það? Já. Sorry með mig. Herðu, bara... Þetta þín frétt, Óli. Býtu, ég verða, minni. Já, ég er samt að með þú ert að finna, þá eru rosa jákvæða fréttir fyrir þá sem eru að horfa á Yellowstone þættina, sem ég elska. Hvað er þetta með þig á Yellowstone? Óli Hjörtur, þú þarf náttúrulega bara að horfa á þetta. Þú veist, ég hef aldrei verið að prefina Kevin Costner. Aldrei. Veist, ekki einu sinni Bodyguard? Jú. En ég er samt að segja, skiluru, það er allir... Það er allir geggjar í þessu. Kevin Costner er samt að toppa sig þarna, sko. Okay. Og Kúrika vibes fyrir allan peningin. Og það er samt búið að vera eitthvað svona vandræði út af honum samt, með áframald. Af því þú veist, það er allir bara... Costnerinn? Já, og það er allir bara hvernig getum við ekki meira í Yellowstone. Veistu hverju orðið við næstu seríu og koma að stíga inn, sko, fast og þungt sem B.O.B.A. í næsta Yellowstone seríu. Og þú segir, sko... orðuð, þannig ég býst þetta sér kona. Beyoncé. Nei. Michelle Pfeiffer. Já. Mér finnst að vera stórfrétt, sko. Það er mjög langt sem hún hefur leikið. Hún er geggjuleikona. Sko. Og það er komið tíma að comeback. Og Yellowstone held ég sé fullkomið fyrir hana. Orðuð við það? Mér finnst það spennandi. En þú ert ekki búin að horfa á þessa þætti? Ég er ekki búin að horfa á, ég er ekki eitthvað heillar yfir þessu. Ekkert mál, Óli, þetta er fullt af öðrum þáttum, en ég allavega elska þetta og fyrir þá sem að elska Yellowstone, þá er þetta stórfrétt, sko. Okay. En hvað segirum við með Sharon Stone? Herri, það er verið að kæra hana. Það er einmitt það, fyrir $35,000 vegna þess að hún lendi í bílslýsi. Okkur þá verið að kæra hana? Og það var henni að kenna. Hún keyrði á hratt, krakka. Þá var náttúrulega, já, $35,000. En hérna... Var hún í glasi? Nei, ég heldur að sé edrú. En okkur er þá verið að, þú veist, okkur er þetta ekki bara eitthvað tryggingamál? Þetta er bara eitthvað tryggingamál. Þetta er kannski óslega leiðileg frétt. Þetta er alveg glætt. Þetta gerst í fyrra, júní 23 og hún var... Við erum að tala júní 2023. Já. Og hérna, hún bara keyrði á hratt, það var $35,000, það er rosa mikið. Hvað er það mikið í krónum? Segð þú mér, Óli minn. $35,000, það er ógeðslega mikið, það er okkur millur. En það lifði allir af, fyrir utan hérna konan sem hún keyrði á, Godesby, kann ekki berða fram. En hvar sástu þessa frétt, ef þú segir frétti frá því fyrra? Varstu bara komin svona langt aftur í tíman? Nei, slísi gerst í fyrra, Natalie. Já. En okkur er þetta frétt það er verið að kæra hana núna. Já. There we go. Og þetta er fréttin. Sendum ljós. Við sendum ljós á Sharon Stone, manst eftir henni Basic Instinct. Já, og hún segir nú bara að farið sinna ekkert slettar af þeirri mynd, sko. Nei, við búin að ræða þetta. Já, þetta var að vísta eitthvað. Case. Svo vissi ég ekki þetta. Þessi frétt var bara í vikunni. Anne Hathaway búin að vera edrú í 5 ár. Þetta vissi ekki heldur. Sober Susie. Hún er líka glowing. Glowing? Hún er beyond glowing. Hún er sjúklaða sæt, geggjuleikona. Bara, hún var svo góð í Brokeback Mountain og Devil Wears Prada. Hún er bara æðislega leikona. Og hún segir bara, veistu það, ég bara tók þessa ákvörðun. Hún hefur ofnæmi fyrir áfengi, tengi. Og það maður er með ofnæmi, það er bara eins og með neturnar. Let it go. Let it go. Eins og segir læginu. Færa aldrei útbrot og aldrei ánæmisviðbröð. Ég er ekki að djóka. 5 ár. Þetta er alveg. Og hún er líka, og hún sem leki hérna okkur er stólið mig hvað hún heitir. Allavega, það er fullt af æðislegum konum að köllum. Emily Blunt. Djók. Nei. Það kemur til mín. En hérna, hvað er að gerast í Bíóparadís? Við glemdum náttúrulega að segja að við erum hérna í bóði Bíóparadís er besta bíóið í bænum. Hvað er að frétta úr bíóinu? Herðu, það er Good Times Ahead. Segðu mér. Love Lies Bleeding byrjar náttúrulega 15. Við erum alltaf að mælum þessari mynd. Love Lies Bleeding. Ok, hún byrjar núna miðvikudaginn. Fimmtudaginn. 2. maí. Já, og við getum alveg hiklaust mælt með henni bæði 2. Það er rosalega fín mynd og Kristen Stewart hún leikur að hlutverki í þeirri mynd
og svona lesbísku Bonnie and Clyde ef að segja, ertu ekki pínu with the twist með Bonnie and Clyde ívafi já, takk úr sal, segjum það en lesbísk er hún já, lesbísk er hún væsilega og bara mjög flott geggjumynd sko, mælu með henni hún byrjar á 50-daginn og hvað er annað að gera herðu, síðan hérna sá ég hana mynd sem heitir Toves Værelse og hún er bara frekar fín þú fórst að sjá hana og Tove er fjallar rithöfund danskan passar og hún gerist í einu herbyggi þetta er svona rosalega leikúslega mynd sko, hvað er Tove þekkt fyrir að skrifa? Hún man ekki hvað bókun skrifa en hún er víst eina hérna vinsælustu rithöfundum Danmerkur Tove og Toves Værelse þannig að þetta er væntilega því Værelse er það ekki herbergi hennar Tove nei, þetta er bara stofan hennar Tove og hérna og þau eru að halda hádegismat og kemur ekki gestur til þeirra hún þá og hver? Hún og einmaður og síðan gerur svona, þú veist ímissir hlutir, en hún gerst bara í þessu herbyggi og málin eru það er, og meira það there you go aðeins meira það, hún er góð sko, hún er mjög stutt hún er 78 mínútur Paprika Stein, veistu hver það er? Hún leikir Iri Orne og hérna Iri Orne eftir Lars von Trier og hérna kannast rosalega við hana og líka hérna Festen já veistu það, ég held sem bara að finna nýju uppáhaldsleikurinn mína hún leik líka Nattevaktin, geggjuð því ég held hún leikir bara öllum bara bestum dönsku myndum sem gerar hafa verið og bara I'm in love, það er bara ég mæli með Paprika Stein þetta er líka svolítið gott nafn, Paprika Stein Paprika Stein það er þyngd í þessu nafni sko það er lóðir og síðan langar við að mæla með partysýningunni á núna föstudaginn 3. maí og það er Hairspray eftir John Waters já, gamla Good Times Only geggjumynd föstudaginn, verður eitthvað svona húllum hæ í kringum þá partysýningu eða þú veist, verður eitthvað með elnett á kantinum og elnett í klaka elnett í klakar? Nei, veist ekki hérna hárspray elnett nei, ég segi verður eitthvað svona ekstra það verður eitthvað stuð ég lofa því, sko eitthvað ekstra þú verður bara að mæta myndina til að vita já, mögulega en hvaða mynd er þetta Immaculate? Hún byrjar eftir viku 9. maí hvað mynd er það? Hrollvekja ég hætti ekki hver leikur í henni? Sydney Sweeney sem er að hérna, gera alltaf vittlust þessa dagana þessi mynd hún gerist í Ítalíu hún er nunna, ég hef ekki séð þessa mynd sjálfur sko. Hún er nunna sem veit til Ítalíu og byrjar eitthvað svona unholy things go down og það fylgir frýr ælupoki með hverju mynd með hverjum svolítið með það á hverju? Bara því verða að sjá myndina Ertu að djóka? Ertu að segja mig það? Ég fyrir Bíóparadís og ég fæ ælupoka Já, þú fær ælupoka Fæ ælupoka með? Þú fær ælupoka með Pöntuð þið þessa ælupoka eða komuð þér með frá dreifingaraðila? Við pöntuðum þessa ælupoka Að beiðni dreifingaraðila? Það er bara verið að koma ljós Ég segi ekki meir Bara einn með á mekkið Gjörsel, hér er ælupoki Góða skemmtun What? Þetta er áhugavert Ég þekki þig og ég veit og hérna þú mikil ekki hróflíkja þannig ég er ekki að fara á þessa mynd þú ert ekki að fara á þessa mynd sko en ég er að fara á hana þú verður að fara á þessa mynd ég er að fara á þetta I love Mahara en áhugavert ok, þetta er mjög áhugavert en hérna ertu að horfa á annars eitthvað skemmtilegt sem hún getur mælt með ég kláraði American Horror Story ok, og hvað? Byrja hérna þær saman þarna Kim Kardashian og Nei, ekkert þannig en hérna Varstu ánægð með endin? Nei. Þetta var bara það var bara prumpserja það var bara drast ég bara þannig að hérna ánægðar að geta klára það finnst ekki leiðilegt, þú byrjar ykkur þætti þú er svo leiðilegt en ég verð að klára þetta oh my god, jú það var svona þannig já. En þú, ert þú að horfa á það fyrir þetta Baby Reindeer greinilega? Já, það leið annars alveg góð vik á milli þannig að ýmislegt búið að gera síðan þá sko. Ég tók svona smá Netflix það sem er búið að vera svolítið vinsælast á Netflix og það er, ég horfði á þættina The Gentleman eftir Guy Ritchie Hvernig er það? Er það næs? Það er bara fínt sko Aftreng Þetta er bara fínt, þetta er mjög, þú veist þetta er bara alveg, þetta er bara mjög Guy Ritchie-legt og ég mæli alveg með þessu sem bara svona af því sem eru boði þá mæli ég 100% með þessu svo horfði ég á líka þætti sem að margir er að tala og eru mjög vinsælir og ég hugsaði, er þetta eitthvað? Ég horfði á þetta
og þetta voru mjög áhugaverið þættir og ég ætla alveg að mæla með þeim sko. Okay. Það er Three Body Problem. Hefurðu heyrt um það? Já, er þið ekki frá Kóru? Nei. Er það ekki frá Kóru sko? Nei. Hvaðan? Þetta er hópur af krökkum sem þetta gerist í Englandi aðalega. En það eru senurinn í Kína og það er svona Kína innslög, þannig að það er kínversk tenging þarna. Fair enough. Og þeir leið þú byrjar að horfa þá skilur akkur það er. En já, ég ætla alveg að mæla með þeim sko. Þannig að en nú vantar mig eitthvað nýtt að horfa og ég var að vonast til að þú getur mælt með einhverju. En veistu það, ég skal heyri helgina ef ég finn einhvern nýjan þátt til að horfa á. Ég er bara með Netflix núna, jú og Mubi, en það er bara bíómyndið þar. Já, ekkert mál. Það má líka vera bíómynd, sko. En þetta er allavega það sem ég get svona lagt... Ég gaf þið 3 meðmæli hérna daginn, ertu ekki búin að tjekka neitt á þessu? Ég held ég að við séð, það var Landscapers með Olivia Colman. Varstu búin að segja það? Held nefnilega að við séð, það eru geggjaðir, sko. Það voru flott meðmæli. En já, ég held að við séum bara komin í afmælisbörninu. Bring it on, girl. Hver heldur að hafi átt afmæli 20. apríl? Jessica Lange, 75 ára. Við ætlum að stikla á svolítið stóru, sko. Áttu ekki eftir 19. Það er svolítið langt bil síðan síðast og það er svo mörg ég ætla ekki að taka alla en ég ætla að taka bara vel valda fattar mig, af því að varna vika á milli En mér langar samt að segja til hann ekki mamma Eva Susanna, hún átti afmæli 19. apríl En ég er byrjað að hakka það í netinu aftur og frændi mig líka, hann átti afmæli 19. apríl og leigusalinn minn heilega þrýrningin, Eva, leigusalinn minn og Árni frændi, sem er 7 Til hamingju með þitt fólk, Óli minn. En ræðum Jessica Lange, sem er náttúrulega algjör. Ekki að ræða hún er 75. Til hamingju, Jessica. Nefnilega, sko. Og svo förum við bara hoppið við 2001 og við förum í 2002 og það er Jack Nicholson. Hann er 87 ára. Ég held að hættur að leika. Hann er líka hættur að leika, sko. He's out of the biz. Heyrðu, og talandi John Waters, 78. Minn maður. Hann er samt í hörku formi, gæinn. Já, hann er með að gera ný mynd. Já, er það ekki? Hann er að gera mynd í ykkur billjón ár. Hann er bara, já, komin nú ætla ég að græja hérna. Hann er að gera nýja mynd. Hlakka til. Það er svolítið spennandi. Veistu ekki hvernig mynd það er? Það er bara gaman, það gerir alltaf gamanmyndir. Já. 23. apríl, Laufey, hún var 25 ára. Okkar stórstyrni. Grammy-verðlaunahafi. Ég var ræðið það. Ekkert nema ljósin þangað, sko. Hún er bara 25 ári. Geggjuð til hamingju Laufey. Ég veit að Laufey er að hlusta á okkur. Til hamingju, 24. apríl, 2 turnatal, Barbara Streisand, 82. Ég ætla bara að segja innilega til hamingju, hvar sem þú ert, og ljós. Og svo er annar risaturn, Still Going Strong, Shirley MacLaine, nýræð. Hvað turnar? Nýræð? Var ræðið það eitthvað? Oh my god. Mér finnst það svolítið vel þessi viki. Já, mér finnst það flott. Hún er eiginlega svolítið uppáhald, Shirley MacLaine. Ljós. 25. apríl, Al Pacino, 84. Ég er svolítið með sjómlana og sjómlunar, svo. En ég meina, þú veist, þau er afmælis að daga. It is what it is. It is what it is. Hann var 84. Býttu, átti að þá Jessica Lange afmæli á 420? Ok, rétt. Ok. 75. Ok. Dooby. Stór dagur fyrir grasreikingafólk. Það stemmer. Ákveðu er 420? Ég veit það ekki. Nei. En ég veit að það er líka afmæli hans Hitlers og Columbine gerist á þeim degi. Oh my god. Þetta er dark dagur, ég veit það. Rosa dark. Ákveðu eru þau að reykja? Ég veit það ekki, ég held sér bara kannski bara af því að þetta er svona erfiðir atburðir. Já. Friðabliss. Nei, ég veit það ekki. Peace bliss. Nei, ég veit það ekki. Ég þarf að komast að þessu. Óli. En Al Pacino, segiru, varstu búin hann? Já, og svo er 27. apríl, Channing Tatum, 44. Ég myndi. Hann er rosalega myndalegur. Algjör henni bú, geggja leikar líka. Já, þú veist náttúrulega hver konan hans er. Magic Mike. Þú veist náttúrulega hver kærstan hans er. Nei. Ég er bara að gleyma þig. Dóttir hans Lenny Kravitz. Er Zoe með honum? Flott par. Yes. There we go. 27. apríl, Lizzo, hún var 36 ára. Var hún ekki cancelled? Sko, ég er alveg búin að vera, við vorum að ræða þetta, þú veist, hún var búin að leggja flautinni þarna eftir að hafa, þú veist, fengi á sig einhverjar,
eitthvað boss vibes. Nei, það var búið, þú veist, internetið fór ekki mjúkum höndum hana og það verið að ásakana ýmislegt og hún var bara eitthvað, ég hætt. Ég hugsaði, ég sagði við því, hún aldrei hætt. Hún ekkert hætt, skilur. Hún bara tók smá pásu. Hún var alltaf hann ammali. En var hún ekki alveg bytsa við samstagsfólki? Óli, ég veit það ekki. Ég get ekki tekið afstöðu svona, ég heyri bara ég þyrfti að heyra í henni og fólkinu sem skilur til ég geti tekið alvöru afstöðu. Þú veist, 28. apríl, þá Penelope Cruz var 50. Stór ammali. Hlöðuball, bókarhlöðuball. Hann Javier við bóka gert eitthvað fyrir hana. Javier Bardem, fyrirgift. Ég veit allt það. Spanish Royalty. 29. apríl, Uma Thurman, 54. Hún að fara að leika ykkur, eða var þetta út í að var eitthvað svona ammali á Kill Bill, þar sem þau voru alltaf komin saman. Hún lítur rosalega vel út. Það var bara ammali hjá Kill Bill, þau eru ekki verið að gera Kill Bill 3 sko. Ég veit það alveg, en ég var að spá eitthvað svona að leika eitthvað meira. Hún alltaf eitthvað Hún nefnilega ekki alltaf eitthvað. En síðan þetta dóttir hennar, náttúrulega ógstunni sem Maja, sem dóttir hennar Ethan Hawke. Ethan Hawke. Hún leikir Stranger Things. Hún hörkuleikona. Hún er að koma sterk inn í bransan. Já, hún nefnilega að koma sterk inn. Alveg rétt. Nei, Uma Thurman ekki búin að leika mikið, sko. Ég held sem bara eitthvað aukahlutverk og eitthvað svona. Hún alltaf out there. Já. Er ég eitthvað ruglast? Ég held nefnilega að þú veist að því að þegar allt þetta með Weinstein kom í ljós, þá sagði hún farið sína sko ekki sléttar. Hún lenti í klónum á okkur subbu ógeðum sko. Já, við sem ekki fara að ræða þetta. Alls ekki afmælisbörnunum. Nei. Jerry Seinfeld sami dagur 70. Já. Stórafmæli. Hann er náttúrulega bara caused some hot water þessu dagana sko. Ákvöru. En þess að hann var ekki að segja að vinstri sinna fólk öfga vinstri sinna fólk væri að eyðileggja húmor og það má ekki grínast með neitt lengur í dag. Shut it down í alvöru tala. Og það kom mynd með hann sem hann skrifa og leki á Netflix, eitthvað Frosted, eitthvað. Hún var náttúrulega bara sett á Frosted, þetta attitúti. Þetta grínast. Michelle Pfeiffer, 66. Nú verður bara eitthvað Yellowstone, I'm coming for you. 30. apríl, það dagurinn í dag, Willie Nelson, talandi friðarbliss, 91, hann er sko lighting it up as we speak, sko. Bóka og Daryl Hannah gera eitthvað fattigt fyrir hann. Er það ekki það gift? Er ekki það saman? Býttu, Neil Young, oh my god. Guð minn almáttur. Hún með Neil Young. Willie Nelson bara búin að eiga sömu konu lengi, sko. Já, hann er alveg smoking the reefer. Já, hann er með sitt eigið grasbrand, sko. There we go. 91. Travis Scott rappari, 32. Ok. Ég veit ekki hvað hafa með, en bara kannski til að aðeins að yngja upp í hópnum. Já. Og svo leikona sem þykir alltaf mjög mikið til koma og eiginlega bara mínum uppáhalds og það Kirsten Dunst. Hún geggjöð. Drop Dead Gorgeous, eiginlega mínum uppáhaldsmyndir. Ég horfði á hana daginn. Hvernig fannst þér hún? Ég fannst hún góð. Meðmæli, ef þið ekki búin að sjá Drop Dead Gorgeous, þá ætlum ég bara að segja hún góð sko. Hún svo góð. 99 til mockumentary fegurðarsamkeppni og bara it gets brutal. Segi ekki meir. Horfði á hana. Kirstie Alley í henni. Rep. Kirstie Alley í henni, Kirsten Dunst í henni, Alison önnur sem svo ógeðslega fyndið sem líka vinkonum mömmunar, Ellen Barkin í henni. Ellen Barkin í henni, hún geggjuð. Alison önnur sem leikur háusnu vinkonu. Já, ertu ekki að tala hana sem vildi vinna þetta? Nei, vinkonu mömmu sem sagt Kirsten. Alison Janey. Alison Janey, þetta geggja kast sko. Og og síðan hún hvað heitir hún? Sem líkir Arrival, whatever. Já. Flotta konur. En, heyrðu Óli minn, þá okkar yfirferð bara lokið hér með. Hvernig líður þér? Mér líður bara vel. Já. Mér líður bara vel. Hérna verðum við framvegis nema að... Mér líður bara vel. Óli, þú veist að má ekki gera grína svo lengur. Ég veit það, Hann alveg búin að stíga fram og segja bara þetta eyðilega líf mitt. Sorry, þetta var óvart. Þannig að við skulum bara... Við sendum, ég bara ljós. Já, eða ekki. Þannig að þú ert bara þér lífið vel. Já, mér líður mjög vel. Við gætum mögulega skipt stúdíó í næsta þætti. Já. Og ef okkur verður ekki bara einfallega kipt úr sambandi, þá verðum við hérna aftur í næstu viku. Já, þetta bara spennandi tímar. Spennandi tímar. Good times ahead. En heyrðu Óli minn, segjum það í bili. Ok, og við erum með bóði bíópartís, við sem ekki gleyma því. Við erum í bóði bíópartís. Já, við erum það. Ok, já, bye. Já, bye.